Hermann, ert þú tilbúin? Sjötti fundur kirkjuþings settur. Fyrir tekið 5. mál til síðari umræðu, tillaga af starfsreglum breytingu á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði nr. 1026 frá 2007 með síðari breytingum frá löggjafarnefnd. Framsögumaður Jóhanna Gísladóttir og tekur hún út til máls. Forseti. Ég flytja nefndarálit, heyrist alveg í mér? Já. Ég flytja nefndarálit við tillögu starfsreglum breytingu á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði nr. 1026 frá 2007 með síðari breytingum. Á ég halda áfram, já. Löggjafarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að tillagan á þingskjali 5 verði samþykkt óbreytt. Og undir þetta skrifa löggjafarnefnd Óskar Magnússon á fjarverandi við afgreiðslu málsins. Orðið laust. Enginn hefur hvatt sér hljóðs, svo umræðu lokið og þá ber ég upp 5. mál eins og það liggur fyrir. Þeir sem geta samþykkt það gjöru svo vel að gefa merki. Takk fyrir það samhljóða og þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Fyrir tekið 7. mál til síðari umræðu. Tillaga af starfsreglum breytingu á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði nr. 1026 frá 2007 með síðari breytingum frá löggjafarnefnd. Framsögumaðurinn Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og tekur hún út til máls. Forseti. Nefndarálit við tillögu að starfsreglum breyting á starfsreglum skipulag kirkjunnar í héraði nr. 1026 frá 2007 með síðari breytingum. Löggjafarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að tillagan á þingskjali 6 verði samþykkt óbreytt. Undir þetta skrifar löggjafarnefnd Óskar Magnússon var fjarverandi við afgreiðslu málsins. Orðið laust 7. mál. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og þá umræðu lokið. Þeir sem geta samþykkt 7. mál eins og að liggur fyrir, gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir einhverja móti, það samþykkt samhljóða og þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Fyrir tekið 16. mál til síðari umræðu. Til á starfsreglum breyting á starfsreglum söfnuði og sóknarnefndir nr. 11 frá 2021 frá löggjafarnefnd. Framsögumaður Stefán Magnússon og tekur hann út til máls. Bíðið aðeins bara augnablik. Þá skulum við bara hingra aðeins við. Já, ég geri hlé á þessum fundi.
Hermann, þið tilbúin. Fundi er framhaldið og fyrir er tekið 7. dagskrármál til síðar umræðu. Já, nei. 16. fyrirgefið því, 16. mál. Tillaga á starfsreglum breyting á starfsreglum söfnuði og sóknarnefndir nr. 11 frá 2021 frá löggjafarnefnd. Framsögumaður Stefán Magnússon og tekur hann út til máls. Forseti, ég flyt hér nefndarálit breytingatillögu við tillögu að starfsreglum breyting á starfsreglum söfnuði og sóknarnefndir nr. 11 frá 2021. Löggjafarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að tillagan á þingskjali 16 verði samþykkt með eftirfarandi breytingatillögu. Eftirfarandi breytinga verða á 1. grein tillögunar, ákvæðið hljóðar svona. Við 7. grein starfsregluna bætist ný málsgrein, 7. málsgrein, sem hljóðar svo. Þrátt fyrir ákvæði 5. málsgreinar 3. greinar er aðalsafnaðarfundi heimilt að kjósa leikmann til starfa í sóknarnefndinni sem tilheyrir annarri sókn samkvæmt lögheimilisskráningu. Kosningaréttur er þó ávallt bundinn lögheimilisskráningu. Þrátt fyrir það skal meirihluti sóknarnefndar ávallt skipaða leikmönnum sem tilheyra sókninni samkvæmt lögheimilisskráningu. Leikmaður verður að uppfylla almenn skilyrði til þess að geta tekið sæti í sóknarnefnd. Leikmaður getur aðeins starfað í einni sóknarnefnd hverju sinni og undir þetta skrifar löggjafarnefnd. Orðið er laust. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og þá ber ég fyrstu breytingatillöguna þeir sem geta samþykkt hana gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir einhverja móti, samþykkt samhljóða og þá ber ég málið upp í heild sinni með þessari breytingu þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir einhverja móti, það samþykkt samhljóða og er þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Nú var það einna móti, bara skrá það. Fyrir er tekið 7. mál. Tillaga til þingsályktana vímuvarnarstefnu þjóðkirkjunnar frá allsherjarnefnd. Það er síðar umræða. Framsögumaður Eva Björk Valdimarsdóttir og tekur hún nú til máls. Já, allsherjarnefnd hefur fjallað málið og á fund allsherjarnefndar kom Ragnhildur Benediktsdóttir, skrifstofustjóri Kirkjuþings. Við báðum hann álit á einu atriði sem allsherjarnefnd telur ekki rétt að vísa í kjarasamninga Prestafélags Íslands og þjóðkirkjunnar þar sem 4. kafli vímuvarnarstefnunnar fjallar vígðaþjóna, prests og djáknaefni og annað starfsfólk þjóðkirkjunnar. En nefndin gerir samt sem hafa ráð fyrir því að farið sé eftir kjarasamningu þegar tiltali veitt. Nefndin leggur til að máli verði samþykkt með eftirfarandi breytingum á þingsályktunartillögunni sem hljóðar þá svo. Og það er það bara búið að taka, sama orðalega búið að taka út kjarasamninga presta. Starfsmanni verið bent á meðferðarúrræði og jafnframt að skrá atferli hans og veita skriflegt tiltal eða áminna starfsmanni við á. Ef starfsmaður bætir ekki ráðsett maður gera ráð fyrir að hún verði sagt upp störfa. Og undir þetta skrifar allsherjarnefnd. Orðið er laust. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og er þá umræðu lokið. Þá er borin upp þessi breytingatillega þeir sem geta samþykkt hana gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir einhverja móti. Það er ekki þannig hún er samþykkt og þá ber ég málið upp í heild með áhorfnum breytingum. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki. Einhverja móti, það er samþykkt. Og fyrir er þá tekið 10. mál. Tillaga til þingsályktunar fræðslustefnu þjóðkirkjunnar frá allsherjarnefnd. Framsögumaður Jónína Rós Guðmundsdóttir og tekur hún út til máls. Forseti, ég flyt hér nefndarálit við tillögu til þingsályktunar fræðslustefnu þjóðkirkjunnar.
Allsherjarnefnd hefur fjallað málið, fagnar því og leggur til að fræðslustefnan verði samþykkt og henni tryggt nauðsynlegt fjármagn til framkvæmda til næstu 4 ára eða til þess tíma sem þessi fræðslustefna gildir. Allsherjarnefnd leggur til að tillagan á þingskjali 10 verði samþykkt óbreytt og undir þetta skrifar allsherjarnefnd. Orðið laust. 10. mál. Steindór Runeberg Haraldsson tekur til máls. Ég að fæðast. Forseti, ég velti því fyrir mér bara einni spurningu. Hvað nauðsynlegt fjármagn? Mér finnst það mjög opið. Og af því að ég hef nú flutt búferlum úr löggjafarnefnd yfir í fjárhagsnefnd, ég hefði nú annars ekki spurt þetta, sko, en ég vil benda á það að samþykkja, sko, nauðsynlegt. Sko, mér getur þótt, sko, eitthvað nauðsynlegt sem öðrum finnst alls ekki nauðsynlegt. Og hver á að meta það hvað nauðsynlegt fjármagn? Til máls tekur Elínborg Sturludóttir. Það verður nú að tala Forseti, ég legg hér fram breytingartillögu að í staðinn fyrir nauðsynlegt komi nægjanlegt. Til máls tekur Einar Már Sigurðarson, formaður fjárhagsnefndar. Forseti, nauðsynlegt, nægjanlegt, það breytir ekki nokkurn sköpuðum hlut vegna þess, Steindór, og það muntu læra fljótt, að það fjárhagsnefndin sem leggur þetta mat fyrst og síðan leggur hún tillögu sína það sem hún telur nauðsynlegt eða nægjanlegt fyrir kirkjuþing. Orðið laust. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljós og þá fræðslustefna þjóðkirkjunnar borin upp til atkvæða. Þeir sem geta samþykkt hana gjöra svo vel að gefa merki. Einhver á móti, samþykkt samhljóða og þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Fyrir þá tekið 19. mál. Tillaga til þingsályktunar skipan starfshóps til að endurskoða starfsreglur presta frá löggjafarnefnd. Það síðar umræða, framsögumaður Kristrún Heimisdóttir og tekur hún út til máls. Ég mæli fyrir nefndaráliti og breytingartillögu við tillögu til þingsalyktunar að forsætisnefnd skipi nefnd til að endurskoða starfsreglur presta númer 111 eða hvað er það? 1110 frá árinu 2011 með síðari breytingum. Löggjafarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að tillagan á þingskjali 19 verði samþykkt með eftirfarandi breytingartillögu sem ég mun þá lesa með leyfi forseta. Í stað orðana að beita því til forsætisnefndar að skipa 3 manna starfshóp til að endurskoða starfsreglur presta, koma orðin að vísa endurskoðun á starfsreglum presta til starfsreglunefndar. Orðið laust. Axel Árnason Jarvík tekur til máls. Forseti, þetta kannski eins og að bera barn til skírnar og foreldrarnir ekki alveg sammála hvað barnið á að heita. Það að setja inn starfsreglunefnd inn í þetta þýðir það að þeir og löggjafarnefnd held ég alveg örugglega sitja í þessari starfsreglunefnd. Hugmyndin mín var að opna þetta enn frekar og fela forsætisnefnd þetta að skipa þetta fólk til starfa sem hún velur vegna þess að ég held að
þetta sé það stórt mál að það sé æskilegt jafnvel að utan kirkjuþingsfólk semji þessar reglur til þess að kirkjuþing geti síðan tekið það til umfjöllunar á þess að menn séu beinlínis að verja verk sín eða færa rök fyrir því að hugmyndir eins eða annars hér inni verði ofan á. Það er það sem ég vildi gefa forsætisnefnd færi á að gera. Þannig að ég mun greiða gegn þessari breytingatillögu. Orðið er laust. Bryndís Malla Elídóttir tekur til máls. Forseti, hjartanlega sammála er það mikilvægt að vanda vel til þessar endurskoðanar og við ræddum það einmitt í löggjafarnefndinni ef að við förum þessa leið að setja þetta inn í starfsreglunefndina að þá mun starfsreglunefndin nota sama vinnulag og hún hefur gert með aðra starfsreglur. Ekki endilega vera að vinna þessar reglur sjálf í nefndinni, heldur leita til annara sem máli varðandi þessi endurskoðun. Og það eru fleiri en bara presta sem kæmu þar að og við höfum í huga líka umræðuna bæði sem var hér á þinginu að sjálfsögðu, hvernig málið upphalega og greinagerðina sem fylgir 19. málinu að sjálfsögðu líka og eins og ég segja, þetta er ekki hugsað að starfsreglunefndin sætist niður bara og við værum að pota í þessar reglur, heldur væri við að kalla eftir áliti annara sem hafa málið að segja. Þannig að það er ekki hugsað þó þetta sé inn í starfsreglunefndinni, þá er það meiri verkstjórn, heldur en endilega nefndin sjálf þar sé að vinna þessar reglur. Að það má kalla og heyra álit frá biskupafundi, frá prófastum, frá prestum, frá lögfræðingum og fleiri sem kæmur að þessu. Því við erum að tala heildar endurskoðun á starfsreglum presta. Þannig að ég vona að það skýri hver hugsunin var hjá okkur að hafa þetta vinnulag sem að reyndist allavega okkur vel í nefndinni að kalla til aðra sem að lesa yfir og vinna og svo förum við yfir þannig við erum með verkstjórnin. Takk. Til máls tekur Axel Árnason Jarðvík í annað sinn. Forseti, á þess að leggja of mikla merkingu í orð mín þá held ég að það kannski sannist hér að þegar faðir og móðir tala saman nafn barnsins að þá sættast þau á hvað barnið á að heita og það eru engar neðanbeltis meiningar í þessu. Þannig að ég kannski bara sættist á við það að samþykkja breytingatillöguna eftir að móðirinn hafi talað svona skýrum orðum við föðurinn. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og þá síðari umræðu lokið. Þá ber ég upp breytingatillöguna þeir sem geta samþykkt hana gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir eitthvað á móti samþykkt samhljóða. Þá ber ég málið upp í heild sinni með þessum breytingum. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir eitthvað á móti samþykkt samhljóða og þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Já, er 20. mál komið inn? Það komið. Fyrir tekið 20. mál til síðari umræðu. Það er tillaga til þingsályktunar að þjóðkirkjan og söfnuð þjóðkirkjunar geri heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna leiðarvísi alls starfs frá allsherjarnefnd. Framsögumaður er Þuríður Björg Víum Árnadóttir og tekur hún út til máls. Nei, ég var einmitt að spyrja eftir því. Komið. Forseti, ég les nefndarálit við tillögu til þingsályktunar að þjóðkirkjan og söfnuðir þjóðkirkjunar geri heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna að leiðarvísi alls starfs. Allsherjarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að það verði samþykkt óbreytt og undir þetta skrifar öll nefndin.
Orðið er laust. Já, það þarf að vera rétt. Þetta þarf að vera rétt. Ég bið bara að þetta verði bara prentað upp og lagfært. Þetta þarf að vera rétt. Hverjir hafa verið í nefndinni, það er bara alveg svoleiðis. Fyrir er þá tekið 28. mál. Nei, já. Hélt ég hefði verið búin að því. Þá ber ég málið upp eins og það liggur fyrir. Þeir sem geta samþykkt það gjörir svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti. Það er samþykkt samhljóða og er þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Aðeins að bara athugað hvort það sé ekki tilbúin. Er 11. máli komið inn? Er það komið inn? Já. Fyrir er tekið 11. mál til síðari umræðu. Tillaga til þingsályktunar skráningu sóknarbarna frá allsherjarnefnd. Framsögumaður Axel Árnason Jarðvík og tekur hann út til máls. Forseti, ég les hér nefndarálit við tillögu til þingsályktunar skráningu sóknarbarna. Allsherjarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að tillagan verði samþykkt með eftirfarandi breytingatillögu. Síðasta setning tillögunnar hljóði svo: niðurstaða starfshópsins verði prestum og öðru starfsfólki til ráðgjafar í þeim efnum. Og undir þetta ritar öll allsherjarnefndin. Orðið er laust. Enginn hefur kvatt sér hljóðs, þannig að síðari umræðu er þá lokið. Þeir sem geta samþykkt breytingatillöguna gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti. Það er samþykkt samhljóða. Þá ber ég málið upp í heild sinni með áorðnum breytingum. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir ykkur á móti að samþykkt samhljóða og þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Fyrir tekið 28. mál. Nei, hvaða? Er það ekki komið inn? Ég ætla bara, forseti, gerir bara 10 mínútna hlé. Okkur liggur ekki það á að við bara
tilbúin, Hermann? Fundi er framhaldið og fyrir er tekið til síðar umræðu 28. mál tillaga til þingsályktunar æskulýðsmál frá allsherjarnefnd. Framsögumaður er Þuríður Björg Víum Árnadóttir og tekur hún út til máls. Forseti, ég les nefndarálit að tillögu að til þingsályktunar, þetta er nú eitthvað ekki alveg eins og það á að vera. Það er eitthvað að þarna, auka að, til þingsályktunar æskulýðsmál. Allsherjarnefnd hefur fjallað málið og á fundinn komu Einar Már Sigurðsson, Sigurður Grétar Sigurðsson og reyndar Pétur Markan líka. Það þarf að bæta því við. Jú, æskulýðsmálið. Ekki taka fram í fyrir ræðumanni. Hann kom til að ræða þetta mál. Er það ekki rétt? Jú. Nefndin leggur til að máli verið samþykkt með eftirfarandi breytingu á þingsályktunartillögunni sem hljóði þá svo: Kirkjuþing 2022-23 samþykkir að vísa því til biskups Íslands að við undirbúning vígðra þjóna verði sérstök áhersla lögð á að efla þau til að annast æskulýðsstarf fyrir ólíka aldurshópa og vera sjálfstæðir í sínum störfum. Nefndinni þótti rétt að tillagan næði til allra vígðra þjóna en ekki eingöngu presta. Má ég... Gjörðu svo vel. Já, sko ástæðan fyrir því, kannski svo ég útskýri, ástæðan fyrir því að allt þetta fólk komin á fundin til að ræða þetta við okkur var vegna þess að við svona okkur datt fyrst í hug að taka þetta mál ennþá lengra og láta mynda einhvern starfshóp til þess að fara í gagngerar endurskoðun á starfsþjálfun presta og djákna en við svo ákvaðum að gera það ekki, heldur bara að vísa þessu til biskups og og vona að þetta fari í góðan farveg þar, en það er svo eitthvað sem er svo hægt að skoða seinna, en það þarf að bæta Pétri Markan þarna inn á þetta. Orðið er laust. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og þá ber ég upp þessa breytingu sem kemur fram í þingskjalinu. Þeir sem geta samþykkt hana gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir einhverja móti, það er samþykkt samhljóða. Þá ber ég málið upp í heild með áorðnu breytingum. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir einhverja móti, það er samþykkt samhljóða og er þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Fyrir er tekið 29. mál í síðar umræðu, tillaga til þingsályktunar eftirfylgni við presta og djákna frá allsherjarnefnd. Framsögumaður er Benjamin Hrafn Böðvarsson og tekur hann út til máls. Forseti, ég les nú nefndarálitið við tillögu til þingsályktunar eftirfylgni við presta og djákna. Bíðum bara rólega þangað til rétt skjal er komið upp á. Já, upp á skjáin. Það var verið að uppfæra skjalið. Ég er með sama skjal. Eru nöfnin röng, er það málið? Slökk á upptöku, við bara bíðum.
Þetta allt til reiðu og Hermann, ertu tilbúin? Fundi er framhaldið og fyrir tekið 29. mál til síðarumræðu, það er tillaga til þingsályktunar eftirfylgni við presta og djákna frá allsherjarnefnd, framsögumaður Benjamin Hrafn Böðvarsson og tekur hann út til máls. Já, forseti. Svo les ég nefndarálitið við tillögu til þingsályktunar eftirfylgni við presta og djákna, en allsherjarnefnd hefur fjallað málið. Á fund allsherjarnefndar kom Einar Már Sigurðarsson og Sigurður Grétar Sigurðsson í fjárhagsnefnd. Nefndin telur að rétt sé að áætlun eftirfylgd fyrir nýja presta og djákna verða unnin í samvinnu við endurskoðun á starfsreglum presta og djákna. Allsherjarnefnd leggur til að tillagan á þingskjali 29 verði samþykkt og undir þetta ritar allsherjarnefnd. Takk fyrir. Orðið er laust. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og er þá síðari umræðu lokið. Þeir sem geta samþykkt málið, gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, eitthvað á móti, það samþykkt samhljóða og er þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Fyrir er tekið 37. mál til síðari umræðu. Tillaga af starfsreglum úrskurðarnefnd þjóðkirkjunnar frá löggjafarnefnd. Framsögumaður er Konráð Gylfason og tekur hann út til máls. Bara hingur við, bara með, það kemur upp á skjáin. Komið. Forseti, ég les nefndarálit löggjafarnefndar við til... Nei, það er ekki komið. Hingrað bara aðeins við. 36. Við verðum bara að gera hlé aftur. Ég les nefndarálit við tillögu að starfsreglum úrskurðarnefnd þjóðkirkjunnar. Löggjafarnefnd hefur fjallað málið og leggur til að tillagan á þingskjali 36 verði samþykkt óbreytt. Undirritar þetta löggjafarnefnd en Óskar Magnús var fjarverandi við afgreiðslu málsins. Orðið er laust. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og þá ber ég 30. mál upp. 37. mál, þeir sem geta samþykkt það gjöru svo vel að gefa merki. Takk fyrir, eitthvað á móti það samþykkt samhljóða og er þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Þá vil ég fá upp 39. mál. Komið. Fyrir er tekið 39. mál til síðari umræðu, tillaga af starfsreglum presta frá löggjafarnefnd, framsögumaður Magnús Erlingsson og tekur hann út til máls. Forseti, ég les hér nefndarálit. Nefndarálit við tillögu af starfsreglum presta. Þetta er frá löggjafarnefnd. Löggjafarnefnd hefur fjallað málið þrátt fyrir annmarka á núverandi starfsreglum presta, leggur nefndin til að málið á þingskjali 39 verði samþykkt með vísan til þess að nefndin leggur til að mál númer 19 endurskoðun starfsregla presta verði samþykkt. Og ég vil taka það fram að það er þegar búið að afgreiða það mál. Ja, þannig að, og undir þetta skrifar öll löggjafarnefndin. Orðið er laust 39. mál. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og þá er síðari umræðu lokið.
Þeir sem geta samþykkt 39. mál eins og liggur fyrir gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir. Einhver á móti, það er samþykkt samhljóða og er þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Þá er það 42. mál. Fyrir er tekið 42. mál til síðari umræðu. Tillaga til þingsályktunar að kirkjuþing skipi starfshóp til að koma með tillögu að framtíðar húsnæði fyrir þjónustumiðstöð þjóðkirkjunnar frá fjárhagsnefnd. Framsögumaður er Einar Már Sigurðarsson og tekur hann nú til máls. Forseti, ég mæli fyrir nefndaráliti fjárhagsnefndar við tillögu til þingsályktunar að kirkjuþing skipi starfshóp til að koma með tillögu að framtíðar húsnæði við þjónustumiðstöð þjóðkirkjunnar. Áður ég fer yfir nefndarálitið, þá vil ég nú nota tækifæri sem formaður fjárhagsnefndar og þakka öðrum nefndum fyrir afar velunnin störf sem af því að mér sýnist kalla á óveruleg fjárútlát. Það er eiginlega óvanlega lítið og ég þakka afar góð viðbrögð nefndana við stuttri heimsókn minni í þær. Mér finnst þetta nauðsynlegur inngangur af því að hér kemur svo fjárhagsnefndin sjálf með tillögu sem mun kostaður lítið. Þannig að ég vona að þið sitið þetta ekki í samhengi að ég verið að skapa bara svigrúm fyrir þessa skiljið, en það mætti álíkta það. En það sem þetta er nú síðasta málið, forseti góður, þá leyfi ég mér svona smá leik, takk. En nú skulum við snúa okkur að nefndarálitinu sem þannig hljóðar. Fjárhagsnefnd hefur fjallað málið og leggur til að tillaga á þingskjali 42 verði samþykkt óbreytt. Nefndin fagnar því sem gert er ráð fyrir í greinargerðinni að þarfagreiningin verði unnin í samstarfi við starfsfólk þjónustumiðstöðvar þjóðkirkjunnar. Og undir þetta nefndarálit ritar fjárhagsnefndin öll. Orðið er laust í síðari umræðu 42. mál. Enginn hefur hvatt sér hljóðs og er þá umræðu lokið. Ber ég málið upp. 42. mál, þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, einhver á móti, það samþykkt samhljóða og þannig afgreitt frá kirkjuþingi. Nú gerum við hlé á þessum fundi þegar við komum saman aftur að þá verður gengið til kosninga og skipun í starfshópa eftir því sem að verkast vill. Þannig að við gerum fundar hlé.
Ertu tilbúin, Hermann? 7. fundur er settur og nú fer fram kosning í nefndir og hópa og fyrst er það frá 11. máli. Það er kirkjuþing 2022-2023 samþykkir að skipa 3 manna starfshóp sem hefur það hlutverk að kanna hvernig best sé að halda utan skráningu sóknarbarna í þjóðkirkjuna. Nefndin verði prestum og öðru starfsfólki þjóðkirkjuna til ráðgjafar í þeim efnum. Forsætisnefnd hefur komið saman og leggur til eftirtaldir verði í þessari nefnd. Axel Árnason Jarvík, Guðni Már Harðarson og Margrét Eggertsdóttir. Eru fleiri tilnefningar? Það er bara Eggertsdóttir er á skjalinu mínu. Það eru ekki fleiri sem eru tilnefndir, enginn kveður sér hljós hér, þannig að ég legg til að þetta verði samþykkt. Þeir sem geta gert það gjöru svo vel að gefa merki. Takk fyrir að enginn á móti, þetta er samþykkt samhljóða. Þá tökum við fyrir úr 42. máli. Það er 4 manna starfshópur. Það er hér til að kirkjuþing 2022-2023 samþykkir að skipa 4 manna starfshóp til að vinna þarfagreiningu fyrir starfsemi þjónustumiðstöð og í framhald af þeirri vinnu koma með tillögu að framtíðarhúsnæði fyrir þjónustumiðstöð þjóðkirkjunnar. Starfshópurinn skili tillögum á vorþingi 2022-2023 og í þennan hóp eru þessar tillögur Árni Helgason, Jónína Rós Guðmundsdóttir, Bryndís Malla Elídóttir og Sigurður Greta Sigurðsson. Já, Sigurðsson. Eru fleiri tillögur? Það er ekki, þannig ég ber þá tillögun upp þess að ég geta samþykkt hana, gjöra svo vel ekki að merki, einhver að móti að samþykkt samhljóða og er þannig afgreitt þessar 2 frá kirkjuþingi og í fyrri tillögunni þá er starfsmaður með nefndinni verður hann Hermann og sjálfsögðu verður Birgir Gunnarsson starfsmaður með húsnæðisnefndinni. En þá er komið að því að kjósa í framkvæmdanefnd. Á ég taka eitthvað annað? Fastanefndirna sko, alltaf kenninganefnd og jafnvel. Jú, já, fyrirgefið þið. Það eru heilt blað eftir enn, sko. Þetta er ekki búið. Nei. Þetta með það Hermann. Þetta kemur þetta sko. Já. Þá liggja þessa tillögu forsætisnefndar að nefndum sem kirkjuþing kýs. Það er kenninganefnd, kirkjuþing tilnefnir 1 og annan til vara í kenninganefnd sem biskup Íslands skipar. Aðalmaður tillagar Arnfríði Einarsdóttur lögfræðing og varamaður Einar Karl Haraldsson ráðgjafi. Eru fleiri tilnefningar? Svo er ekki, þá skoðast þetta samþykkt. Jafnréttisnefnd kirkjunnar, kenninganefnd, það er samkvæmt starfsreglum, þið verðið bara að treysta því að við séum að gera þetta rétt. Já. Arnfríður Einarsdóttir. Nei, þetta er bara sama nefnd og hefur verið og þó að sé
Viljið þið greiða atkvæðum þetta? Þeir sem geta samþykkt þetta, gjör svo vel ekki að merki. Kenninganefnd, takk fyrir einhverja móti að samþykkt samhljóða. Þá komið að jafnréttisnefnd kirkjunar. Og kirkjuþing kýs 5 manna jafnréttisnefnd þjóðkirkjun og jafnmarga til 4 ára í senn. Aðalmenn tillaga Dag Fannar, Magnússon, Erlu Karlsdóttur, Heiðrúnu Bjarnadóttur, Hildi Björk Hörpudóttur og Sindra Geir Óskarsson og varamenn verði Benjamin Hrafn Böðvarsson, Berglind Hönnudóttir, Helga Bragadóttir, Helga Jónsdóttir og Oddur Bjarni Þorkelsson. Eru fleiri tilnefningar eða aðrar? Svo ekki, þá ber ég jafnréttisnefndin upp með bæði aðal og varamenn. Þeir sem geta samþykkt það gjör svo vel ekki að merki. Takk fyrir einhverja móti að samþykkt einna móti. Viltu að það sé bókað? Já, ég vil það sé bókað. Þá það kirkjugarðaráð. Hvað ég bara hérna? Svo áður þegar Já. þú nefnir þetta þá þarf Agnes að standa upp og segja til Já, sína já. áður en þú Áður en ég les þetta. Ég ætla bara, en þá þurfa bara að koma aðra tillögur. Það núna, ef það eitthvað. En það, bara til að segja það hér að það bara mjög erfitt að fá fólk til að starfa í jafnréttisnefndinni. Bara mjög erfitt að fá fólk í þetta. Þú veist ekki hvað búin á mörg nei. Viltu óska sér vita að þetta gera þessa tillögu? Getum við frestað þessu fram í nóvember? Þetta samt ekki alveg, sko, Erla Karls og Oddur Bjarni, þetta fólk með 50. Nei, þetta samt fólk sem ofboðslega mikið á sömu kynstu. Þetta rosalega einsleitur hópur. Ég vil bara segja það. Ég bara legg til að þessari kosningu verði frestað fram í nóvember. Það eru bara nokkra vikur þangað til, frestum þessu, reynum að finna út úr þessu annan hátt. Þá það kirkjugarðaráð, kirkjuþing kýs 1 fulltrúa og 1 til vara. Aðalmaður Smári Sigurðsson, hann framkvæmdastjóri Kirkjugarða Akureyrar og varamaður verði þá Anna Kristjánsdóttir starfsmaður hjá Akraneskirkju. Þeir sem geta samþykkt þetta aðal og varamann gjör svo vel að gefa merki eða eru aðra tilnefningar. Svo ekki, þá ber ég þetta upp. Kirkjugarðaráð, þeir sem geta samþykkt þessi nöfn gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir einhverja móti að samþykkt samhljóða. Og þá ætla ég tökum fyrir úrskurðarnefnd þjóðkirkjunar og þá tekur biskups Íslands til máls. Með sína tilnefningu. Sjá úrskurðarnefnd. Fyrst Agnes. Já, biskup tilnefnir 1 aðalmann og 1 varamann í úrskurðarnefnd þjóðkirkjunar og sem formaður úrskurðarnefndarinnar og ég hef tilnefnt Elsu Þorkelsdóttir lögfræðing. Nei. Hana Berglindi Svavarsdóttir lögfræðing, HRL og Einar Huga Bjarnason sem vara. Forsætisnefnd tilnefnir Elsu Þorkelsdóttir lögfræðing og séra Hrein S. Hákonarson og varamenn þeirra verði Sigrún Benediktsdóttir lögfræðingur og séra Birgir Ásgeirsson. Eru fleiri tilnefningar? Svo ekki, þá ber ég upp þessi nöfn, bæði sem kirkjuþing kýs og biskup, þeir sem geta samþykkt þessi nöfn gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir einhverja móti, það samþykkt samhljóða og þannig þetta þá afgreitt frá kirkjuþingi. Forseti gerir hlé bara nokkra mínútur á meðan að verður að
Gjörðu svo vel, mann. Fundi er framhaldið og nú hefur verið kosið í framkvæmdanefnd þjóðkirkjunnar og aðalmenn eru, það er Einar Már Sigurðarsson og Anna Guðrún Sigmundsdóttir og Axel Árnason Jarðvík. Varamenn eru Arna Gretarsdóttir, Árni Helgason og Konráð Gylfason. Við óskum þeim öllum velfarnaðar í starfi og síðan hefur formaður verið kosin, það er Anna Guðrún Sigmundsdóttir. Skulum gefa þeim bara öllum gott klapp. Óskum ykkur velfarnaðar í starfi og þá er bara komið að lokum þessa fundar og fundi verður svo framhaldið, eða þinginu verður framhaldið í nóvember, en þá er þessum 7. fundi slitið en fundi frestað fram í nóvember. Hafið þið kæra þökk fyrir góða fundarsitt og skemmtilegt þing. Takk fyrir.